Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hérna í Pakkhúsinu. Hjá okkur eru 2 fulltrúar Skautafélags Akureyrar. Velkomin. Takk. Á haustin þá þetta náttúrulega eitt sem að gerist. Ísnum smelt á skautasvell landsins sem eru 3 talsins, ef ég man þetta nú allt saman rétt ennþá. Ef við byrjum bara á hvað að gerast á svellinu? Það eru náttúrulega æfingar alla daga, stífar æfingar frá morgni til kvölds og svo eru opið fyrir almenning líka. Helgar aðalega, það eru alltaf frá 1 til 4 á föstum, laugardögum og sunnudögum og svo eru hérna skautadiskó föstudagskvöldum. Og þetta á við allar 3 hallirnar að það ekki nákvæmlega sama dagskrá en það bæði almenningur og æfingatímar. Já. Þetta alltaf að verða vinsælla fyrir almenning að skella sér á skauta? Já, það alltaf að koma meira og meira fólk og það svona svolítið barist ístímana. Deildirnar vilja fá meiri ístíma til að æfa og hallirnar vilja fá oft fleiri koma almennings þegar það koma tekjurnar inn en þetta gengur svona þokkalega vel allavega hérna á Akureyri. Þetta náttúrulega mikil breyting. Við tölum aðeins listhlaupadeildina. Það mót framundan. Hvað þetta? Fyrsta mót ársins? Já, það haustmóti núna í Reykjavík, í Egilshöll. Þetta fyrsta mót núna á þessu sísoni. Þannig að mikill spenningur, búið að vera mikill undirbúningur og æfingar á stelpunum. Og segðu okkur frá þessu móti. Hverjir eru að keppa á svona móti? Þetta er bæði A og B-flokkar og frá 8 ára og alveg upp í 18-19 ára. Er þetta stór hópur sem að fara? Hjá okkur að fara núna 22 keppendur, bara ekki vera svona margir, svolítið langan tíma hjá okkur, mjög ánægilegt, komin margir nýr inn og ætli heildin sé ekki kringum 76 keppendur á mótinu. Og eru strákarnir í þessu líka? Já, við erum með strák. Einn strák? Já, en hann reyndar ekki að fara að keppa núna helgina, en hann mun keppa á næsta móti senna. En þetta ekki mikið strákasport á Íslandi? Nei, en það kom alltaf svona einn og einn inn og rosa gaman þegar þeir koma. En fyrir áhugasama sem eru staddið þá fyrir sunnan og eiga heimangegt í höllina, hvað getur það átt vona að sjá? Á hvaða level erum við komin? Erum við góðis í listhlaupi? Já, við erum bara komin ansi langt og þá erum við talað það hérna á ríkinu síðast hvað við höfum bætt okkur og bara til að mynda Norðurlandamóti og þá erum við þar fyrir miðju sem náttúrulega bara rosalega gott því að kannski fyrir 5 ára þá vorum við í síðasta sætinu þannig að við erum búin að fara svolítið hratt upp. Þær eru bara konar með 2. axel og eru byrjað í 3. stökkum þannig að þetta Fólk veit alveg hvað 2. axel er. Já. Þannig að þetta, þær eru orðnar mjög góðar. Já. Þannig að það skemmtilegt að þetta rosalega gaman að fylgjast með þessum mótum. Já, bara æðislegt. Og það má hver sem mæta á svona mót? Allir velkomnir, bara endilega koma og kíkja. En hockeytímabilið, það líka farið fljúgandi start í því og SA eru sitjandi Íslandsmeistarar, ekki í fyrsta skiptið. Ekki alveg. Hvernig segðu okkur aðeins frá hockeymótinu og hockeytímabilinu framöndan? Það verða 4 lið í deildinni í ár. 1 nýtt lið, Esjan, sem spilar í Laugardalnum, sem mjög skemmtilegt og gaman að fá nýtt lið inn. Og þetta ekkert engir aukvisar, þetta mjög gott lið. Þeir eru með svona rjóman af eldri leikmönnum úr Reykjavík og við erum með 4-5 landsliðsmenn og 2 góða Kanadamenn. Þeir eru bara mjög flott lið. Það búið að spila 4 umferðir núna og við erum efstir með 7 stig og erum að fara að mæta liðin í öðru sæti núna helgina, Birninum á Akureyri, kl. 4:30. Á laugardaginn? Á laugardaginn og strax á eftir honum þá hinn slagurinn í kvennaflokki, SA Björnin. Og hvernig kvennadeildin? Kvennadeildin, það verða 4 lið þar líka. 2 frá Akureyri, Ásynjur og Ynjur. Og það svolítið svona aldurskipt. Ásynjur eru eldri leikmennir og Ynjur eru yngri. Og svo Björnin og SR í Reykjavík. Og hvernig metur þú nú styrkleikann þegar þú ferð inn í þennan vetur? Er SA sigurstranglegir í báðum kynjum? Ég held það. Þetta svona búið að haldast allavega í karlaflokknum, svona kjarninn af leikmönnum og búið að bætast við líka. Við erum einn Texas-búa í viðbót, erum núna með 3 frá Texas. Svolítið skrítið en þeir eru ágætir. Og svo fengum við fyrirverandi fyrirliðan Andra Má Mikaelsson aftur heim. Þannig að þetta lítur mjög vel út. Og hvað með hinliðin? Hafðu þið verið að styrkja sig með erlendu leikmönnum eða stela einhverju frá ykkur? Það var ekki stolið frá okkur, en það var styrkt sig með erlendu leikmönnum og það svolítið svona 2007 í deildinni núna. Það mikið erlendu leikmönnum og svolítið af leikmönnum komnir heim erlendis frá og einhverjir farnir erlendis. Þannig að
Ég held að deildin hafi aldrei verið sterkari og sennilega aldrei jafn heldur. Eru íslenskir hokkíleikmenn orðið þannig að þeir geta alveg farið út? Þeir komin á þann styrkleika að þeir geti verið í einhverjum deildum úti? Já, þeir fara út alveg hægri vinstri. Sérstaklega þeir eru ungir og þá komast þeir inn í yngri liðin og það er svona mikið það að menn fari út ungir. Koma flestir heim áður en að verða atvinnumenn, en þetta er svona, við erum alveg að komast á annan standard að verða margir sem fara út og komast í einhverja atvinnumennsku. Þannig að höllin, má segja að höllin náttúrulega, hún er ekki það gömul. Hvað er orðið langt síðan að höllin var til? Það eru 13 ár, 14 ár. Þannig að þetta er kannski, þið sjáu það allavega á þessum 2 deildum, að þetta er að skila sér að við erum kannski svolítið hratt meira að segja, 13 ára að koma þessu leveli upp. Mjög hratt. En fólk var nú samt að sprikla út í svellum á sínum tíma. Já, hérna út á Polli. Út á Polli, varstu? Það var Leirubrúin kom. Já. En krulla, er það til á Íslandi? Já. Hvernig spyrðu kona? Það er á Akureyri er krullan stærst. Hún er ekki alveg farin af stað ennþá Reykjavík, en ég veit að það er verið að stofna núna deildina í byrninum. Þeir eru að reyna að fá ístíma og koma þess að stað þar. En hún er búin að vera starfandi síðan höllin kom. Ef ekki fyrir, ég er ekki alveg með það á hreinu, en það eru nokkuð fjöldi iðkenda í henni líka og við erum til dæmis með stórt erlend mót alltaf á vorin sem er mjög skemmtilegt. Kom held ég 13 erlend liði fyrra á móti. Og er þetta að einhverju leyti sama fólki sem er í hokki og í krullu eða er þetta alveg aðskilið eða hvernig? Já, þetta er frekar aðskilið, það er einhverjir og mikið á pöbbum og svona. Og er nú gaman að sjá skiptidag í skautahöllinni þar sem listhlaupafólki fer í hokki og hokkifólki í listhlaup og allir í krullu og öfugt. En þú segir mikið af pöbbum, eru þið ekki komin með einhverja pappahokki? Jú, það er svona pappahokki og nýliða tíma. Það sem bara svona hver sem er út í bæ getur komið og farið í hokki, prófa hokki og við erum með allan útbúnað og allt. Ég veit að mömmurnar hafa nú einhvern tímann spreytt sig á listhlaupinu. Já, ég meni við gerðum alveg bara þvílíkan sigur hérna á jólasýningunni. Já. Vorum nokkra mömmur og reyndar einn pabbi sem tók þátt í jólasýningunni. Vorum alveg stórglæsileg. Er það ekki? Og svo var nú svona nýbreytni þegar við vorum með vorsýninguna í vor. Þá fengum við hokkistráka til að dansa við stórstelpunar. Það var bara, vakti mikla lukku, mjög skemmtilegt. En krullan er skemmtileg, hún er svo miklu skemmtilegri heldur en hún hljómar. Þegar við höfum nú öll prófað krullu, er það ekki? Þetta er alveg fáránlega skemmtilegt. Og tækni. Já, sópa og sópa. Já, sópa og sópa. Þetta er ekki svo auðvelt og lítur út úr það. En samt einhvern veginn getur þetta allir. Já. Kannski helst sportið sem allir gæti vaðið. En þú ert nú gaman að bæta í við. Þó að þú sért ekki að keppa í listhlaupi að staðaldri. Fer að koma að því. Að þá er undirbúningstímabili hjá þér fólki í því að sauma fullt af kjól? Já, líka. Ég er búin að vera svolítið í því. Þú ert klæðskeri? Ég er klæðskeri, já. Og er mikið pælt í búningunum? Já, þetta er alveg þvílíkar pælingar. Þetta þarf að passa við lögin og allavega og það er búið að vera svona pínu törn núna. Ég held ég orðið flesta kjólana fyrir norðan. Já, það ekki? The design woman. Já. En allavega, það er fyrir líka bara svona loku fyrir þá sem hafa áhugaði bara hreinlega að æfa. Þá er bara báðar og allar, það er ekki yngri starf í krullinni, er það? En þá? Nei, ekki svona sér, en það geta allir öllum aldrei mætt á æfingar. En fólk getur alltaf komið að byrja að æfa, krakkar og... Já. Við erum til dæmis að byrja með 10 vikna námskeið fyrir byrjendur sem endar með jólasýningunni sem er alltaf á laugardögum og svo verðum við með fyrst fyrir unglinga, verður mánudag og miðvikudag og verður 11 vikna námskeið sem endar með glæsilegri jólasýningu. Þannig það er bara að gera að verða koma auglýsingar náttúrulega í dagskrána svona þetta allt saman. Og svo verður náttúrulega Íslandsmótið okkar hér í lok nóvember. Þannig spennandi. Og fólk náttúrulega mæta á leiki og það eru hokkigallari, fólk vil læfa og þetta er aldrei neitt. Opnir byrjendatímar og það er allt til, það er bara að koma og... Bara mæta og bara mæta. Já, nákvæmlega. Alltaf gleði í höllinni. Alltaf gleði í höllinni. Gaman að fá okkur í heimsókn og ég hveti þetta fólk til þess að kíkja líka bara á almenningstíma. Það er virkilega skemmtileg fjölskyldutund að taka fram skauta eða leigja það og njóta sín aðeins hvort sem er almenning eða diskói. Algjörlega. En hvað segirðu Birna? Ég vil ekki bara fara að kveðja á svona þetta í dag? Ég held að. Ég held að. Svona pína í hennar fyrsta þátt. Já, ég held að það nú gengið svona stór áfallalaust. Stór áfallalaust. Engin búin að guppa að minnsta kosti. Nei. Þá held ég að við fyrum að ljúka föstudagsþættinum að þessu sinni og við bara þökkum fyrir okkur og segjum góða helgi. Góða helgi.